Það má segja að málaralistinn hafi komið Vigdísi Grímsdóttur rithöfundi til bjargar við vinnslu nýjasta skáldverksins. 8 ár eru liðin frá því að Vigdís sendi síðast frá sér skáldsögu. Skáldsagan Trúir þú á töfra fjallar í mjög stuttu máli stelpu sem fær leyfi þeirra sem öllu ráða til að mála rauða ketti á múrinn sem umlykur þorpið hennar. Og það má segja að skáldaður heimur bókarinnar skarist við raunveruleikann í ótal kattamálverkum sem hanga nú til sýnis í Gerðubergi og á Borgarbókasafninu, myndum sem skiptu sköpum við gerð bókarinnar. Sannleikurinn sá að ég fór í þetta fræga ritstopp sem ég held að kemur náttúrulega aldrei fyrir mig, bara einhver aðra. Og hún hvarf frá mér, þessi sögupersóna. Og til að nálgast hana fór ég að reyna að mála eins og hún. Og þú hefðir ekkert málað neitt að ráði áður? Nei. En þetta dugði? Þetta dugði, já. Þetta dugði, sko. Einn daginn kom hún aftur. Bókin hefur verið 10 ár í vinnslu, en Vigdís segir aldrei hafa komið til greina að gefast upp. Það gat ekki gerst með þetta. Þá væri þetta búið hjá mér, sko. Þetta var bara þannig bók. Þetta var bara efni sem ég dreymdi á nóttunni og ég gekk með á daginn. Og Vigdís segist upplifa kaflaskil nú þegar bókin loks komin út. Af því það auðvitað þráin að ná sambandi við einhvern sem vill lesa. Og eiga við hann einhvers konar samband, stundum ástarsamband, helst.